Góðan daginn og velkomin í gamla góða biblíuþáttinn okkar og það eru kertin hér. Byrjum að kveikja þessu kerti á og vinna það er ekkert jú. Það gaf sér endanum því það var alltaf að halda áfram. Það kemur árangur ef við höldum áfram. En ef við erum fólki sem gefst upp við minnsta mótlæti, þá eru ekki fólk sem leið státum af árangri. Það fer ekki saman. Og lífið er nefnilega barátta. Og það er nú eitt af því sem að trúin hefur nú sagt við mig og segið við okkur. Aftur og aftur að lífið er barátta. Þannig bara er það. Og það sem ekki vill taka þátt í henni er mjög illsettur. Þess vegna og enn aftur sjáum við akkin í ávinningin í því að trúa á Jesú. Því hann er þeim eiginleikum getur, hann drífur allt í okkur upp sem að, já, kemur gegn og vill draga úr og allt saman það er nóg til að því allir saman, við þekkið það nú. En við eigum alveg ágætis mótvægi við það að því við fengum þess að trú gefis. Hún kostaði okkur ekki neitt. Ég fekk mína trú bara, eins og ég oft sagt, bara einn inn í mínu herbyggi þar sem ég statt. Og ég vissi að það var til Guð, sem ég pældi ekkert í áður eins og ég hef líka oft sagt. En núna er hann mín eina ær og kýr í raun og veru og það sem ég vill helst vera með og þjóna og vinna fyrir og starfa fyrir. Ég er ennþá í starfi á Guði. Núna yfir 25 ár. Og ekki gert neitt annað. Ekki gert í 25 ár. Þið veitir hvernig þetta er. Sumir eru ekki að gera nokkuð. Svona eitthvað að segja, ég trúi þessu hvort þið er ekki, ég trúi engu sem ég er að segja, þannig að ég get bætt þessu við. Mann hefur aldrei fallið verk úr hendi frá þeim tíma. Og ég er ennþá og fell aldrei verk úr hendi og vinn eins og hestur. Stundum er það nú þannig og vinnur eins og dráttarklár og sér ekki eftir neinu. Launin eru góð. En hver eru launin? Ellilaunin. Hún rústu. Það er í tísku á Íslandi að svoleiðis hann mæla ellilaununum. En ég er mjög þakkláttur fyrir þau því að þetta náttúrulega gefur manni færi á að vinna í ríki Guðs og fyrir peninga. Þannig er það nú líka með þessa blessuðu kirkjur að fæstar af þeim eru nú það efnaðar að þær geti greitt laun, en sumar eru það nú og það má þakka fyrir það og ég held reyndar að allar þeirra séu með eitthvað launaðan starfsmenn. Ég held að yfirleitt sé nú forstöðumaðurinn launastarf en ég held að sé allur gangur á því hvernig gengur að borga honum greiðinu launin. Þannig að þetta er svona bara átta við þetta og það er allt í lagi, það er allt í lagi fyrir að hafa fyrir þessu. En svo komu ellilaunin og þá eru margir, ég meina þá gæti opnast leið fyrir fólk, trúafólk, því að trúafólk það fer líka á ellilaun. En hvort trúafólk sé að nota þennan tíma til þess að fara inn í kirkjun og starfa þar, því að það er þörf fyrir þetta fólk, myndu það, þetta með alveg gríðarlega reynslu, eða hvort eins og bara svo margir gera þeir leggjast bara í ferðalög
og sýna á sér myndir með tærnar upp í loft í steikjandi sólarhita. Rosalega gott. Segir það í öðru hvort orði sem að flytur okkur heim. En hérna, það geti líka farið með sig í hináttina. Margir af þeim, ekki allir, margt af þessu fólki hefur stundað kirkju lengi. En kannski aldrei þannig sé starfað neitt í kirkju. En það opnast leið þarna þegar að fólk komið á aldur, fullt heilsu og allt saman það, að koma sér fyrir þar og fara að vinna eitthvað þar. Það þarf engin laun frá kirkjunni, það lætur sig bara nægja það sem það hefur, sín ellilaun, tryggu ellilaun. Það getur verið að gera alveg hellingsgagn. En náttúrulega þetta gera einhver aðri nema trúaðar manneskjur og trúaðir menn, margir bara deyja í sinni trú í hárri elli. Og sumir sprækur sem lækur, já, alveg fram í andlátið. Þeir eru svo sem til sem að alla sína ævi hafa meira og minna starfað í kirkjunni og verið í kirkjunni meira en var eftir að aldurinn kom og ellilaunin gjörðu svo vel, þau eru þín. Þetta finnst mér vera rosalega áhugaverð breytni, en þetta ekki kannski svo mikið þetta. Þegar við erum orðnir gamlir og svo kallað hættir að vinna, þá viljum við bara, eins og margir gera, eins og ég segi, og eins og í dag í tísku, bara vera í einhverjum ferðalögum og flandri landið eða heimsbyggðina og það svo sem allt í lagi ef menn nenna því. En það líka hægt að gera hitt, þjóna Guði. Þannig nú hefur maður peninga til þess að móða úr. Þannig það bara fínasta leið einmitt að gera þetta og þetta sá ég fyrir margt löngu. Það geti verið mjög góð ábending til fólks sem komið á þennan stað, hvort ekki verið gaman úr því að það peningar sem fylgja þér og fara þá bara að starfa í kirkjunni. Ég get alveg lofa því og líklega þetta fólk svona traustustu stoðirnar eða fæst til þess að fara þessa leið. Það fæst því að það náttúrulega engin neyddur til þess að gera neitt sem maður vill ekki gera, hvorki ég eða þú. En þetta var svo leið sem að ég fór, vegna þess að ég fann að þetta var vilji Guðs að ég gerði þetta. Reyndar kom ég inn miklu fyrir löngu áður en ég var komin á aldur, eins og sagt Ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég kom inn í þetta. Ég hef búin að vera, eins og ég oft sagt, yfir 25-6 ár. En búin að vera á ellilaununum síðan ég var 67 ára og ég 71 árs í dag, þannig ég búin að vera nokkur ár á ellilaununum, en var á einhverjum smávægislaunum, en ég þakka fyrir það. Svo náttúrulega sagði mér alveg hræðileg orð þegar maður fá yfir á ellilaunum, fannst maður vera orðinn átekjumaður. Skammarsteinsstrákur að segja svona. Þegar maður var komin á þennan aldur og maður bara væla og skæla og harma hlut sinn og svo tala það að maður án og byggt þetta allt upp. Einn. Ég er ekki sammála því. Það nú bara þannig, kæru vinir, að þetta allt saman sameiginlegt átak margra handa. Og við náttúrulega eldustum með árunum, svo verðum við roski fólk og allt saman það og hverjir sjá þá það sem við gerðum, að yngra fólki að sjálfsögðu. Þannig bara þetta. Þannig það tekið við keflinu okkar og það að standa sig alveg ljómandi vel, alveg svo við gerðum í raun og veru, en við eigum ekkert meira í þessu heldur en aðrir. Það var nú hugsanavillan sem að því miður kom inn
En svona, já, breytti svona, menn gerðu menn arga og þeir voru leiðir og fannst alls vegið og vanþakklæti í gangi og svo framvegis en var vanþakklæti frá hverju? Ekki frá mér. Ég þekki engar sem hefur vanþakkað eitthvað það sem ég hef verið að gera. Alls ekki. Margir hafa þakkað margt sem maður hefur gert og ég er bara einn af öllum hinum. En þetta er líka svo mikið spurningu það hvernig maður tekur hlutum. Er það ekki? Ég hef nú reynt að lifa bara daginn í dag og ég þokkalega til heilsunar þakkaði fyrir og allt saman það og ég státa mínum launum sem maður ávist að skammast mín strákur fyrir. En ég ger ekki, ég er stoltur af þeim. Og fannst það bara fínt þegar þau komu. Ég er ennþá á þeim. Blessuð ríkisstjórnin, hún er alltaf að tala um það að hæga þetta einu og hækka. Það hækkar ekki neitt. Ég sé enga breytingar á þessu. En við verðum náttúrulega að trúa því að hún sé nú að gera eitthvað í málunum. Það er að gera eitthvað í þessu, tuggan maður. Það er nú að gera eitthvað í þessu. Og svo gerist ekkert. Þetta er svona heimurinn. Hann segir svo mikið og hann lýgur ef hann þarf þess. Ég hef aldrei þurft að ljúga. En stundum finnst heiminum að hann þurfi að ljúga, segi ekki allan sannleikann, því þá gæti nefnilega allt orðið vitlaust. Það voru halda menn fyrtist yfir sannleikunum. Aldrei ég fyrst yfir sannleikunum. En stundum kannski yfir lyginni og þvælunni, en aldrei yfir sannleikunum. Þess vegna var bara að bera þá á borð eins og málin eru, punktur og eftir, svo bara taka menni eins og það kemur fyrir. Það er alltaf best. Ef þú heyrir sannleikann, þá getur unnið úr sannleikunum. Sannleikurinn er ekki alltaf sagna bestur, það er rétt. En sannleikurinn er nú samt þannig að fáir hann á borðið, þá getur þú farið að vinna úr honum og með hann. Þetta er sannleikurinn, þetta skeiði og þetta er það sem ég þarf að vinna með og vinna úr og móða úr. Sannleikurinn. Og við erum hér til þess að tala sannleikann og benda á sannleikann og segja sannleikann og okkur ekki annað gefið en að segja sannleikann og hann kemur að því við eigum til trú. Þannig að fyrir mér er Jesús sannleikurinn og ég hefur valið fyrir mig að velja Jesús sem minn leiðtoga og þá lít ég líka að þurfa að leggja eitthvað á mig til þess að þessi sannleikur hans og vegur sé mér eitthvað. Og hvað segi ég um það? Vegurinn til lífsins er mér allt að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Ég er dauðlugur maður og ég fagna því að það núna er til leið sem að leyfi mér að lifa með Jesús eftir minn dag hér. Við vitum að allir menn deyja, þeir fæðast. Svo kemur að því að þeir deyja, allir menn og ég líka. En í trúnni þá kemur annar skilningur á þennan dauða. Hann verður ekki þetta hræðilega sem að við jafnvel hugsum og óttustum kannski og kannski hafa allir einhvern tíma verið þar að óttast dauðan. Og ég var stóð minn og því mann ég sem ungu maður að það var þannig. Og ég man ekki hvort þetta varð langan tíma eða stuttan tíma, allavega man ég eftir því að þetta kom sem hugsun til mín. Og svo eignast ég Jesú og þá vissi ég það að dauðinn var ekki mitt hlutskipti. Eins og vorum að tala um áðan og Biblían talar þannig að í raun og veru er dauðinn afstæður. Það býr í þér eilífur partur og hann er allt málið. Það togstreita hann, þennan eilífa part, ekki holdið, það fer hvort þið er. Þessi hugsun kemur fram þegar þeir glímdu Satan og
Jesú þegar hann sá freistað og til sagnir það í orði Guðs, þú kannt utan að ég veit það. Og það semst það bauð hann honum allan heiminn. Jesú getur fengið allan heiminn ef þú fellur fram fyrir mig, fáum fyrir mig. Og Drottinn var nú aldrei ekki ginnkeyptur fyrir því, en hann vissi það að hefði hann gert þetta, þá hefði hann fengið allan heiminn, hann hefði fengið völdin í heiminum. En svo hefði hann dáið. Þá hefði hann bara tekið staðsinn. Og það hefði verið mjög alvarlegt mál því að hefði þetta gerst, að þá væri ekki frelsar í dag. Þá geti Konráð og Rúnar í Hafnarfirði ekki komið hérna fram og sagt, já, við erum á leiðinni til lífsins. En það er hlutskipti mitt, vegna þess að Drottinn miskunnaði sig mitt líf og gaf mér eilíðina með sér. Og við erum á þessari leið. Þegar ég frelsaðist 1989, þá í raun og veru opnaðist þessi leið og ég sté inn á þennan veg. Og ég er ennþá á honum í þessum heimi, eins og hann er. Einn daginn þá kemst maður inn í þann veruleika sem að Drottinn opnaði. Og hann blasir við mér þegar að þeirri stund kemur, en þá er ég komin undir græna torfu, þetta sem þú sér þér. En hinn hlutin af mér, eilífi parturinn, þangað sem að Drottinn segir hann fara. Og svo er það spurningin, trúið þessu. Ef þú átt til trú, já, þá trúur þessu. Eins og nýju neti, eins og við segjum. Og þetta er sem sagt málið. Hver dagur þarf að vera gefinn Drottni til þess að enginn ekkert högt komi á þessari leið. Ef ég er hipsum haps við trúna mína, þá var nú mörg högtin sem koma í þessa göngu. Ég jafnvel snýði mig og geng tilbaka og eitthvað svo spennandi þar, eitthvað svona. En ef að trúin fær að virka bara eins og hún á að virka, þá er ekki spurningin um að snúa neitt tilbaka. Skrefið fram á við, býr til ákveðna fortíð. Ok, hún er þarna, fortíðin, og ég ætla ekki að pæla neitt í henni. En auðvitað er fortíðin þannig að hún gefur sinn lærdóm því að fortíðin gefur mér reynslu. Og reynslan mín og þín, ekkert síður, er rosalega mikilvægt fóður fyrir hvort sem er mitt líf eða þitt, því að við getum lært svo mikið af henni, þar að segja að við höfum við til þess að notfæra okkur það sem við reyndum, til þess að við reynum ekki sama aftur. Og þetta hef ég oft gert. Ég hef séð menn því miður falla lappirnar á sjálfa sig og verða gjörbreytta menn, suma bara illa. Og maður hefur sagt til sjálfa sig og haft þau víti til varnaðar fyrir sig sjálfan og sagt, já, úr því að þessi menn lendi í þessu, þá get ég það líka. Og svo bætti ég við, en ég vill það ekki. Þetta er ákvörðun. Hafi þessi menn lendi í þessu, akkur þá ekki ég? Akkur lendi yfir í þessu? Það er einhver alveg fyrir af hverju þeir lendi í þessu. Þeir gættu ekki trúa sinna. Það er ástæðan og það er svarið inn í þetta. Ef við tökum rétt á þessu, við dæmum ekkert þetta fólk, það er náttúrulega bara tekur út sína refsingu og ég get ekkert gert neitt í því. Við dæmum ekkert fólkin. Ef við getum notað þetta sem það lendi í sem við víti fyrir okkur til að varast. En við verðum að velja það. Og það hef ég gert og ég er þakkláttur fyrir það. Maður lærir af þessu, því að þetta voru ekkert minni menn en ég eða þú, það er ekkert verið að tala um það. En á einhverjum stað, þá breytist eitthvað, gerðist eitthvað sem breytti myndinni þeirra. Og ég þakka líka Guði fyrir það að myndin sem ég á af Drottni, hún hefur ekkert breyst. Og hann bara færst nær og hann hefur vaxið í áliti hjá mér fram til þessa dags. Þetta er líka val.
Þetta er ekki val sem að ég tek. Við sem að göngum og þraukum og erum í þessu alltaf. Það er vegna þess að við höfum valið að gera þetta alltaf og við höfum reynt að nota það sem við höfum séð og lært af til þess að það skeið ekki fyrir okkur sjálf. Þetta gerir trúin. Hún gerir ekki þetta bara fyrir mig, hún gerir þetta líka fyrir þig. Hún beinir sjónum mínum alltaf í orð Guðs. Og trú segir við mig, lestu orð mitt, orð Guðs eins og. Og þetta er þátturinn sem er svolítið þarna. Eins og líka margótt tekið fram og alltaf kannski í þessum þáttum, að þá er þetta ekki massív biblíukennsla. Þetta er hvatning fyrir mig og þig og okkur öll að lesa sjálf. Ég segi, lestu daglega í orði Guðs. Hvernig þú lest kemur mér ekkert við, en ég get sagt hvernig ég geri þetta. Ég les 1 kafla á dag og svona í 99% tilvika að því ég skrifa líka tölvöld mikið sem þú lest aldrei, ég veit að ég sé það á þér. Að það erindið kveiknar þegar ég er að lesa. Og nú er ég að tala um Biblíunni, Nýja testamenti, því að ég les það á hverjum degi og ég les minna í hinu orði Guðs, en ég met það sjálfsögðu til jafns við Nei, ég met það nú ekki til jafns við Nýja testamentið, því að við verðum að muna það, hvort sem okkur er ljúft eða leitt að heyra, að Drottinn segir sjálfur Gamla testamentið það sé úrelt. Já, það er í gildi, það er ekki málið. En það er samt úrelt vegna þess að Kristur, takt eftir því sem ég segi, Kristur, hann er búinn að uppfylla allt gamla lögmálið. Þetta er mikil staða sem að Kristur er í og geta sagt þetta. Þetta er uppfyllt. Svo bendir hann mér á Nýja testamentið og segir, Konni, nefndu nafnið, þú er miklu flottara nafni ég, það nefndu það, segðu það tvisvar, þetta er fyrir þig, sem trúaðri manneski, sem kristinni manneski, Nýja testamentið. Sumir reyndar leggja þetta að jöfnu, mér sýnist það, en ég vil ekki gera það. Við verðum að muna líka hvernig Kristur talar um þetta. Hann talaði Gamla testamentið sem eitthvað uppfyllt. En Nýja testamentið sem við göngum með og störfum fyrir og hjá. Nýja testamentið. Þetta er nú það sem hann hefur allavega ítrekað við mig og ekkert einu sinni og ekkert tvisvar og gerir það mjög oft. Þannig að auðvitað hlýði ég því. En ég er að hvetja fólk og hef gert það með alla þessa þætti sem við erum búin að gera, sem eru 140, ekki 150 núna, ég man það ekki. Jú, þeir eru það nú alveg örugglega þegar ég var búin að gera nokkra þætti manni áður en ég fór að telja þá, merkja þá. Þannig að þeir gæti alveg verið orðnir 150, já, eitthvað rúmlega 150, en það skiptir ekki máli. Þeir eru allavega orðnir fleiri en 1 og fleiri en 2 og það eru þetta þakkarefni að því leyti til að með þessu sjáum við að þetta hefur haldið áfram nokkuð lengi. Og það er alveg full ástæða til að halda þessu áfram vegna þess að þetta er stöðug hvatning fyrir okkur sem að okkur snýr sem trúuðu fólki. Við lesum Biblíuna og við hættum að tala um það við aðra, við skiljum ekki Biblíuna, því að það er kjaftæði, það er bara rögl. Ef ég skil orð Guðs, þá getur þú líka skilið orð Guðs og veistu af hverju. Þú hefur heilagan anda til jafns við mig og hann er sá sem fræðir þig. Hann er sá sem hefur frætt mig hvað mest, andinn sjálfur. Það er hann sem gefur mér opinberanir og ég fæ auðvitað margar opinberanir og oft opinberun undir ræðu
Guðsmanns, það ekki málið, eða konu, Guðs konu. En flestar hef ég fengið bara þegar ég að lesa þetta bara einn með Guði. Þannig að hann hefur alveg leiðað okkur, en samfélagið vitið það krakkar að samfélagið svolítið annað en þetta. Samfélagið mætir þörfinni á að vera með öðru fólki. Og þú sér það fljótt ef þú ætlar ekki að koma þér í kristilegt samfélag, að þá ertu bara með fólki heimsins, ekkert vera á fólkinu, en þú færð það ekki til að tala Guðsorð. Veistu af hverju? Það veit ekkert Guðsorð. Og það er þetta í raun og veru sem Kristur að viðurkenna þegar hann bjó til sitt samfélag. Og þangað ýtir hann öllu sínu trúaða fólki til að það, eigi hvort annað að. Í samfélaginu fara menn að þekkjast og þekkjast mjög náið í gegnum árið, því að margir eru í þessum samfélagum árum saman og sumir í sama samfélagi kannski meira og minna alla sína trúaræði. Þannig að þið sjáu að menn eru búin að kynnast alveg fjölda manns, og ég man alltaf eftir einum erlendu predikara, ég veit ekki hvort hann lífs eða liðinn blessaður í dag. Hann kom stundum fyrir, nú var hann öll mörg ár síðan á það var, kannski 20 ár, sem að sá hann síðast, og náttúrulega hann vissi af mér og ég á honum, og hann kemur sem oftar og er þá með predikun í kirkjunni sem ég var í þá, eða sótti töluvert mikið þá, og hann heilsaði mér, svo sagði hann svolítið merkilegt: ég sé að þú ert ennþá við þetta. Ekki svo að skilja það komið honum neitt og óvart. Svo sagði hann: margir sem ég var með síðast þegar ég kom, ég sé þá ekki í dag. Kannski var ég svo eini sem eftir var af þeim sem hann var með þá, sem hann sá. Ég var reyndar ekkert að starfa, ég var bara að koma til þess að hlusta á hann predika. Þetta fannst mér mjög áhugavert, því þetta er einmitt það sem hefur því miður gerst, að við bara hörum við hvað mikið í nýstinni. Við bara hörum og sjá, veistu við ekki meira. Svo það maður spyrir, hvað er hann eða hún? Og ekki bara menn og eitt og bara, ekki hugmynd. Svona er þetta trúarlíf margra, en þetta er svo rangt. Af því við leyfum ekki trúnni að byggja okkur upp rétt og teljum trúa fólk betra öðru fólki, það er nú einn. Svo verðum við fyrir röð vonbrigða að framkomu annarra og þess að breytast nýtt sjálf, sem er annar mál. Aðrir eiga að breytast í kring en ekki við, og við veitum hvernig þetta er. En þeir gera það ekki. Þá hættur okkur nú bara hreinlega að lítast á blikuna og við bara, það var að farin. Segir ekki nýtt sem bless, það er nú ekki til siðs. Þess að bara koma ekkert aftur. Þetta er það að vera kristinn. Þetta er það sem að kristinn með, og ég get sagt þér það að þú ert ekkert að heyra þetta í fyrsta skipti. Þetta sem ég er að segja, og ég segi líka og reikna með að þú oft upplifa þetta sjálfur og sjálf á þinni trúgöngu. Eins og þessi ágæti vinur minn frá Bandaríkjunum sagði: ég sé nú ekki lengar af þessi voru með mig síðast, nema þig. Og það sagði, ég sé að þú ert ennþá við þetta. Og 20 árum seinna er gamli ennþá við þetta. Nú ég vill þetta. Þetta er lífið minn. Var það þá og er það ennþá. Það var ekkert breyst. Það var líka mæða þá. Það var líka strempið þá. Og það er ennþá mæða núna. Og það er ennþá sem bara strempið og allt það. Það hefur ekkert breyst. Það deyr því að fara og heldur áfram að það Kristur er í sami. Þetta snýst ekkert
fólki í kring, það náttúrulega frábært og allt það. Það snýst það að leyfa drottni að blása til eld í æðar. Við höfum allt til þess. Við höfum orð Guðs. Núna held ég við mönnum okkur í að lesa. Var svo lengi að fara að lesa, svo gaman að tala. Þú þekkir það nú, málgleðin sjálf. Það Jeremía. Við skulum lesa hérna, það hvaða kafli? Annar kafli. Og það svo langur, ég ætla ekki að lesa allar. Það annar kafli og það 20. vers, byrjum þar. Fyrir löngu braustu af þér okið og sleist af þér fjötrana, þú sagðir, ég vil ekki vera þræll, en á hverjum háum hól, undir hverju grænu tré, lagðist þú og hóraðist. Þegar ég gróðursetti þig varstu græða vínviður. Hver græðlingur var af úrvalskyni. Hvernig gastu breyst í illgresi úrkynjaðan vínvið? Spurning. Hvernig þetta hægt? Og ég segja hvernig þetta hægt. Það hægt með því að gleyma Guði. Þá verður maður þetta. Þegar þá maður gleyptur af syndinni og syndin miskunnarlaus og leiðir alla menn til dauða. Og þetta vildur ekki heyra. Hvernig gastu breyst í illgresi úrkynjaðan vínvið? Þótt þú þvægir þér með lút og sparaðir ekki sápuna, verður synd þín óámálegur blettur fyrir augum mér, segir drottinn. Og svo heldur hann áfram, hvernig getur þú sagt, ég hef ekki saurgað mig, ég hef ekki elt balana. Það einhver hjáguðir sem menn voru með á þeim tíma, það ennþá til hjáguðir, það bara gott að vita það. Hygðu að hegðun þinni í dalnum, viðurkenndi hvað þú hefur gert, þú ert léttfætt úlvalda hrissa sem rásar stekkur fram út í eyðimörkina og frísar af freyð. Hver getur hamið losta hennar? Þeir sem sækja eftir henni þurfa að þreyta sig. Þeir ganga að henni vísri á gangmálum. Og þetta orð skilur hvorki ég að þú. Kannski þó, ég skilja það ekki, það skiptir ekki máli. En þetta nú lesning upp á orði Guðs, sem við tölum hér sem alveg nauðsynlega. Vegna þess að þetta allt orð til aðvörunar. Við vorum að lesa einhverja ógæfu sem maður lenti í, vegna þess að valdi það sjálfur og drottinn spyr, hvernig þetta hægt? Eitthvað þeim tór. Það allt hægt og maðurinn óútreiknanlegur. Og ef hann gæti sér ekki, hvetur sér sjálfan, stöðugt á orði Guðs, þá gæti þetta gerst. En ég segi, og ég bið að segja þetta með mér, ég vill það ekki. Það mikil yfirlýsing. Ég vill halda mér réttum frammi fyrir Guði og ég ætla að gera það. Men það nú hægur á vinn. Við erum með bókina hérna fyrir framan okkur. Og ég trú í hjarta mínu og ég veit að þú átt það líka. Þannig að okkur ekkert það ekkert í raun og veru sem ætlar að hindra það að þetta verði gert. Þess vegna ætlum við að lifa og lofa drottinn í dag. Við gerum það í dag. Sjálfsagt mætir okkur alls konar mæða í dag eins og marga aðra daga einnig. En það bara kemur þá. En við ætlum að mæta því með trúnni á opni, þannig að það takist ekki að beygla okkur neitt. Það þetta sem við höfum lært af trúnni, að þó eitthvað beygli mann okkur, að þá erum við komið svo langt í trúnni að við erum ekki að láta það neitt
buga okkur. Kannski var manneskjan sem var þarna, Dorte var að lýsa, og kannski var hún alveg svoleiðis í eldheima, annars hefur ekki sést, en samt náði eitthvað að buga hana. Það er alltaf vegna þess að við förum að slaka á í trúnni, slaka á í bæninni, slaka á í lesturinnum og slaka á hér og þar, og þá kemur heitt. Svo slökum við nógu lengi á og fyrir nógu neðarlega með það, að bara greiði leið fyrir allt hvað sem er að koma. Og við förum að leggjast í einhverju holdsins listisemdir. En vorum alveg strangtrúaðar manneskjur og gættum okkar svo lengi og svo vel á að fara ekki út í neina vitleysu með sjálfan sig. Röð vonbrigða, myndu það, röð vonbrigða er fóður fyrir allt svona. Og hvað ert þú núna? Ert þú í röð vonbrigða? Hristu vonbrigðin að þér. Leiðum ekki að fara neðan með þig. Því vonbrigðin er stefnan niður á við. Þú ert að fara upp á við. Og þess vegna er verið að benda á þetta, þessa leið hérna, og eitthvað sem við þurfum að gera daglega. Þannig er þetta, hvað sem þú segir um það, maður nú geta að vera alltaf í þessu, þú þarf nefnilega að vera alltaf í þessu. Þetta er bara afsökun fyrir því að gera eitthvað annað. Þú getur gert allt, þó þú sinnir þessu. Þú getur gert allt sem þú hefur gaman af að gera, þó þú sinnir þessu. En Drottinn segir þetta svona, leitið fyrst ríkis míns og réttlætis og þá munur veitast allt þetta að auki. Allt það sem langar að gera, færðu að auki, en gerðu hitt fyrst. Það er þess vegna sem við erum að gera þarna þá, það til þess að menn svona hugsi þessa hugsun að gera það sem að snýra Guði fyrst. Er það kannski ekki hægt? Ég held að það sé alveg hægt og þú veist það, jafnvel og ég, að það er hægt. Þetta er alltaf spurningin um það hvað við viljum. En þetta er nú að vera að búa í okkur í dag. Við skulum lesa smávegis í Rómverjabréfinu. Það er 7. kafli. Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri, fjarri fyrir því, við sem dóum syndinni. Hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skírð erum til Krist, Jesú, eru skírð til dauða hans. Við erum því dáin og greftur með honum í skírninni, eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins og eigum við að lifa nýju lífi. Já, nýju lífi. Þetta er ekki mjög flókið, eða hvað skildu við hvorugt þetta. Fyrir mér var þetta ekki rosalega flókið. En þetta er það sem Drottinn er að boða. Í skírninni, þegar við tókum trú, þá skóluðum við gamla kallinn af okkur. Og Drottinn reist okkur upp í þessu nýja. Þannig við syndum ekki framar, við stefnum að því að gera vilja Guðs og vera einbeitt í því. Ef einn getur það, þá getur þú það líka. Ef einn fellur, þá getur þú líka fallið. Þannig við ætlum ekki að falla, við ætlum að standa vörð það sem við eigum. Við ætlum að standa dyggari vörð það sem við eigum, á þess að vera neitt að mögla við Drottinn það. Þannig einn, það sem ég veit ekki. Og það er fyrir margt löngu hefur maður lært það. En það er komið tími á þetta og við erum bara hér ákveðna stund. Og Konráð kveður og þakka fyrir sig og verð lengri leiðin út í dag.